Góðan daginn. Það sem þið eruð að horfa núna er sjálfsagt hlutur sem að margir myndi bara kalla skeng sem ekki vissi hvað þetta væri. En þetta er nú aldeilis meira heldur en bara skengur. Sjáu þið nú. Öðrum megin er þetta flotta radionetti sjónvarpstæki, 25 tómu svarthvít. Það kveiknar stundum á því en það er ekki 100% leið, þannig að kveiknar ekki alltaf á því. Í flestum tilfellum ætti núna, það núna ætti að vera að birtast hvítur punktur á skjánum sem smá saman myndi stækka. En þar sem þetta tæki kveiki bara örsjaldan á sér, það gerist það ekki. Hérna hinum megin í skengnum er síðan útvarpstæki. Sett smá á hérna og kveikt á því. Það hefur 4 stillingar fyrir skærutónana og hátalararnir eru stýrðir með 5 stillingum. Þetta útvarpstæki er í 100% lagi að öllu leyti. Hérna undir er síðan plötuspilari. Hann virkar, en ég er enn að leita mér að nýrri nál þannig að hún detti ekki alltaf úr honum. Hann spilar bæði 78 snúninga plötur, 45 snúninga plötur, 33 og 16 snúninga plötur. 16 snúninga plötur voru plötur sem oft voru notaðar áður fyrr. Síðan kveikir maður á taka sem heitir G og setur plötuna í gang. Hann á manual og auto. Vegna þess að þetta er svolítið gamalt að það þarf að setja spilarann í botni yfirleitt. Eins og við sjáum það heyrist ekkert mikið í honum, en það er ástæður fyrir því. Nálin er orðið svo léleg. Þegar maður slekkur á honum þá gerum við þetta svona. Og tekur hana varlega af, setur þetta til léð og læsir henni. Hún stoppar ekki sjálfkrafa þannig að það bara ýta laust ofan á og þá stoppar hann. Ég er hérna með upprunalegu leiðbeiningarnar, lím og hvað hann kostaði áður. Hann kostaði 4.500 norska krónur árið 1964. Þessi möbla, ég veit ekki hvaðan í landi hún er, en ég keypti hana af Akureyri fyrir það bil hálfri viku. Þetta er þannig gert að ef maður vil ekki að börnin kosti möbluna eða inn í sjónvarpið eða eitthvað fikti, þá tekur maður lykilinn úr. Undir möblunni eru 3 skúffur, eru samtengdar. Eins og við sjáum, þetta eru bara litlar og grunnar skúffur. Stífar reyndar. Þetta er eðalmöbla. Hún vegur held ég 140 til 150 kíló. Og þetta er radionetti stereo systemstæki frá því árinu 1964. Þetta er norskt tæki sem er flutt til Íslands. Takk fyrir og takk fyrir áhorf.